Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti Einarsinni frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, það er 13. júní fyrir þá sem að vita ekki hvaða dagur í dag. Og já, við erum komin núna með á línuna fyrsta viðmælanda kvöldsins og já, það er engin annar en Norðurlandameistarinn Tristan Freyr Jónsson, en helgina var hann Norðurlandameistari í tugþraut í flokki 18-19 ára og það fór fram í Höttinge í Svíþjóð og Tristan Freyr kominn á línuna. Komdu blessaður og sæll, ekki? Já, blessaður. Og til hamingju með þennan frábæra árangur. Takk kærlega fyrir. Já, svona áður en að við förum í keppnina sjálfa, já, þú æfir eða ekki, já, þú ert íringur eða ekki? Jú. Ég æfi mig og þjálfarinn minn heitir Þráinn Hafsteinsson, hann æfi niður í Laugardal. Já, og hvernig er svona, já, venjulegur æfingatími hjá þér? Ég byrja að æfa venjulega kl. 5 og svona æfingin er búin kringum 7:30, 8 oftast. En svona undanfarið er ég líka búin að vera að taka morgunæfingar eftir að prófin kláraðist og skólinn er búin fyrir móti til þess að undirbúa. Já, nákvæmlega. Og já, kannski já, í tugþrautinni fyrir almennan hlustan sem veit ekki hvað tugþraut er, í hverju er keppt í tugþraut? Þetta er keppt á 2 dögum, þannig að ég keppti núna helgina laugardaginn og sunnudaginn og við byrjum á 100 metra hlaupi og svo er keppt í langstökki, kúluvarpi, hástökki og 400 fyrir daginn og svo er 110 metra grundahlaup og kringlukast, stangarstökk, spjótkast og 1500 metra hlaup. Þannig að þetta er heilmikla greina sem þarf að taka á þarna á mjög stuttu tímabili. Já, við vorum einhverja 6 klukkutíma á vellinum fyrir daginn og eitthvað svipað seinni daginn, þannig að 40 mínútur í pásu milli greina. Tekur mikið á. Já, en já, þú væntanlega kannski heyrta áður en já, þú ert væntanlega með svolítið að íþróttagenum í þér eða ekki? Já, pabbi þinn, hann var nú íþróttamaður ársins hérna Íslendinga nokkru sinnum? Jú. Jón Arnar Magnússon? Hann var í tugþraut líka, þannig að ég er að feta í fótspor hans. Já. Já, en hann eða ekki hefur sjálfur verið Norðurlandameistari eða? Jú, það er gaman að segja frá því að fyrir 18 árum þá var hann líka Norðurlandameistari hérna í tugþraut. Þannig að við erum að gera svipaða hluti. Hann skoraði að vísu aðeins læra en hann var búinn að æfa minna. Já, þannig að þú ert aðeins á undan honum. Já. Nákvæmlega. En já, tugþrautin eins og þú segir, hún er gífurlega erfið og það er kannski ekki allir sem áttar sig á því hversu já, þétt þetta er á milli keppna. Nei, það tekur mikið á bæði andlega og líkamlega og maður þarf að halda fókus milli greina og ef maður gerir illa í einni grein þá má maður ekki láta það hafa áhrif á næstu grein og gera sitt besta og það er mjög erfitt. En svona á stórmótum þá tekur þetta oftast lengri tíma og erum svona 12 tíma á vellinum, þannig að þetta var mjög stutt núna. Já, 12 tíma á vellinum, mjög stutt. Já. Já. Þannig að í rauninni er já, kannski andlegi þátturinn, hann spila kannski jafn mikið á móti líkamlega þættinum í tugþrautinni. Alveg klárlega sko, maður verður að ná að halda einbindingu og planta stönginni rétt á seinni deginum 8. grein. Þannig að það getur verið hættulegt ef maður er þreyttur. Þannig að maður verður að vera sterkur í hlaupunum og halda vel á stönginu og svona. En já, að greinum sem þú kepptir í, já, hver er svona, já, þín besta grein? Ég fekk flest stig í 110 metra grundahlaupi og það er besta greinin mín. Ég á Íslandsmetið í aldursflokknum 14.26 og ég skoraði kringum 950 stig en að vísu var mikill mótvindur núna helgina 1,7 þannig að ég hljópa á 14.57 sem var mjög fínt með að við lélega braut og mikil mótvind. Já, nákvæmlega. En já, hver er svona þín lagasta grein? Er það ekki þannig í tugþrautinni að þú ert, já, menn eru kannski lélegir í einni grein heldur öðrum? Jú, núna fékk ég ekki mörg stig í 1500 eitthvað kringum 570 en venjulega er ég verstur í kringlu en það gekk vel núna. Já.
og ég get hlaupið 3 ára í 1500 á kringum 620-30 stig en ég þurfti ekki að hlaupa mjög hratt núna til þess að ná lágmarkinu og til þess að vinna þannig að ég hljópa aðeins hægar. Já, nákvæmlega og já, það væntanlega svolítið erfitt eða ekki að hlaupa 1500 mismunandi hérna eftir hvað þetta alltaf eins raðað upp hvenær veist alltaf fyrirfram í hvaða greinum þú ert að fara að keppa í hvaða hlaupum því að nú þetta náttúrulega 4 hlaupagreinar? Já, maður veit alltaf í hvaða röð alla greinarnar eru og svo eru riðlarnir að búið að setja þá upp fyrirfram og maður veit hvað maður er að fara að gera hvenar sko. Og Svíarnir eru mjög flottir í þessu og þetta var allt á sínum tíma sko. Oft mikla senkanir og svona en núna var þetta mjög flott sko. En já, nú ert þú búin að tryggja þér meðal annars það ekki nógu með að þú sért orðinn Norðurlandameistari heldur náður að tryggja þér það ekki á heimsmeistaramót í sumar? Jú, það í Pólandi eftir 5 vikur þannig að ég mun eyða tíma ég undirbúa mig fyrir það núna og lágmarkið var 7200 stig og ég átti fyrir þetta mót 7203 og þurfti að skora það aftur til þess að ná lágmarkinu og náða endaði á 7261 stigi þannig að ég var mjög sáttur. Aðstæðurnar voru ekki góðar og það voru mótundur í öllum hlaupagreinum og brautin var mjög mjúk þannig að maður þurfti að hlaupa vel eða mikil orku í að hlaupa sko. Það er þægilega þegar brautin er aðeins harðari. Já, okay. Það er forvitnilegt að segja frá því að við byrjuðum 11 í aldursflokknum að keppa í þrautinu og við kláruðum 4. Já. Þannig að þetta voru mjög erfiðar aðstæður núna. Nákvæmlega. Það er það ekki, það spilar það ekki mikið á móti líka í taugþrautinu þá er mjög erfitt það ekki að halda sér í líkanlega góðum, það er auðvelt að meiðast í þessu eða ekki? Jú, það er mjög auðvelt, þetta er mikið álag og ég er eitthvað búinn að meiðast en sem betur fer ekki mjög mikið. Kannski bara vera út í 3 vikur eða eitthvað en ekki búið að tókna mikið en eitt svoleiðis. Maður sér að strákarnir fyrir mig að keppa við einhverjur með hjartagalla og eitthvað svona og það er oft erfitt sko. Nákvæmlega. En nú eftir þetta mót, hvað tekur við hjá þér? Já, það er náttúrulega heimsmeistaramót. Er eitthvað svona ákveðin kvóti má keppa alveg endalaust eða þarf maður að hvíla sig vel á milli keppna? Svona, mér finnst best að hvíla allavega 3 vikur milli taugþrauta. Sumir voru að hvíldu bara 2 vikur núna og voru búnir að ná lágmarkinu fyrir mótið. Og þeim gekk ekki jafn vel út að maður eru stífur og þungur og það er mjög erfitt að taka margar í röð sko. Þannig að 3 vikur finnst mér að vera alveg minimum sko. Já, nákvæmlega. En þannig að næsta mót eða svona, þú ert í rauninni bara næsta undirbúið fyrir heimsmeistaramótið? Já, það er næsta stórmót og ég mun bara hafa það í huga á æfingum og hlaupa vel og kasta mikið og það verður gaman sko. Og það er væntanlega sko bara taka það ákvörðun að hvenær tókstu ákvörðun að þú ætlar að fara í taugþraut? Þú er væntanlega það ekki þurft að hugsa þig vel áður þú fórst í taugþraut heldur en að velja einhverja sérgrein að verða mjög góður bara í einhver einni sérgrein? Jú, ég var ágættur í langstökki og hlaupum en svona ég held ég sé ekki alveg nógu góður til þess að verða bestur í því en ég held að ég verði betri í taugþraut svona get hlaupið hratt og stokki langt en ekki alveg nógu langt til þess að gera bara það. Okay. Og svona fyrir núna stuttu eftir keppni, hvernig er svona eftir keppni? Er þá verið að svona teygja öllum skrokknum? Það er náttúrulega ekki verið að æfa alveg á fullu á milljón strax. Nei, ég fæ alveg þessa viku eiginlega í hvíld sko. Ég er að fara að kasta eitthvað á miðvikudaginn kúlu og kringlu og spjóti en æfingarnar byrja eiginlega ekkert fyrir næsta mánudag að einhverju alvöru sem undirbúningur fyrir móti. Nákvæmlega. Og svo er bróðin líka, hann er líka eða ekki á fullu í frjálsum? Jú, hann keppir í stangastökki og honum gengur ágætlega núna. Hann braut stöng fyrir 1,5 ári eða eitthvað og átti í erfiðleikum með að ná sér eftir það en hann er búinn að vera að stökkva vel núna á æfingum og stökk 5 metra í vetur og þetta er mjög flott hjá honum sko. Nákvæmlega. Þannig að
svona í lokin áður en ég slepptir þá, já, þetta svona, já, hvað varstu gamall í rauninni, þú ert náttúrulega mjög ungur núna og já, hvenær tókstu bara alveg loka ákvörðun að fara bara í tugþrautina? Mér gekk ágætlega á Norðurlandamótinu á Íslandi fyrir 2 árum held ég að verið núna. Þannig að eftir að ég skoraði ágætlega hátt þá og gekk vel í þessu þá fannst mér að ég ætti að halda áfram og ég hef mjög gaman að þessu og ég á góða vini sem eru líka í tugþrautinni þannig að fín stemming í kringum það. Nákvæmlega. Tristan Freyr Jónsson, þakka þér kærlega fyrir að gefa okkur tíma og gangi þið sem allra best í sumar. Já, takk kærlega fyrir mig og takk fyrir. Bestu þakkir. Já, bye. Tristan Freyr Jónsson, Norðurlandameistari í tugþraut, frábær árangur hjá meistarunum og ef við förum stuttlega aðeins í, já, gegnum árangurinn, þá var ég með hérna, já, töflu fyrir fram að mig áðan og mér sýnist ég nú vera búin að glata henni. En hann var allan að var Norðurlandameistari með 7.261 stig og það yfir heimsmeistara 20 ára lágmarki. En í öðru sæti var Jakob Samuelsson frá Svíþjóð með 7.145 stig og í þriðja sæti Tómas Valle frá Finnlandi með 6.586 stig. Og já, bróðir hans, hann stundar stangastökk og hann heitir Krister Blær Jónsson. En nóg það í bili, við ætlum að halda áfram í frjálsum íþróttum og fara yfir úrslit helgarinn í frjálsum og gott betur það, en við ætlum að næsti viðmælandi Kári Jónsson. Hann stattur á Ítalíu þar sem hann að þjálfa afreksfólki okkar í íþróttum fatlara, en Evrópumeistaramótið haldið núna í Ítalíu og það var meðal heldur betur góð bæting hjá Arnari Helga Lárusinni sem setti Íslandsmet í 400 metra í hjólastóla reis á Evrópumótinu, en meinum þá eftir smástund það Kári Jónsson sem næsti viðmælandi. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurlandi FM. Og maður kannski geta þess hvernig staðamála í leikjum kvöldsins. Ítalía ennþá að vinna Belgíu 1-0 og skalleikarum konur 1-0 yfir gegn Snæfell.